Meiri hluti kvenna upplifa einhver einkenni á breytingaskeiði. Alvarleiki einkenna gríðarlega misjafn á milli kvenna. Sumar konur upplifa væg einkenni í nokkrar vikur meðan aðrar upplifa alvarleg einkenni í mörg ára eða jafnvel áratugi. Breytingar á blæðingum oft fyrsta einkennið. Oft byrjar þetta á því að tíðarhringurinn styttist nokkra daga og blæðingar aukast og verða meiri. Sumar konur fara að finna meira fyrir sveiflunum í tíðarhringnum og fyrirtíðaspenna og hormonatengt mígreni getur ágerst. Hitakóf algengasta einkennið en 3 af hverjum 4 konum upplifa hitakóf. Þau geta komið skyndilega hvenær sem sólarhringsins og breiðast út andlit, bringu og líkamann. Hjá sumum vara þau örstutt en hjá öðrum geta þau staðið yfir í nokkra mínútur. Hitakófunum getur fylgt sviti, svimi og hjartsláttartruflanir. Nætursviti truflar margar konur. Þær vakna upp sveittar miðja nótt og þurfa jafnvel að skipta náttföt og rúmföt. Þetta getur valdið mikilli truflun á svefni, bæði fyrir konuna sjálfa og makann. Margar konur upplifa talsverðar skapbreytingar á þessu tímabili. Þær lýsa því að vera með óeðlilega stuttan þráð og pirraðri en þær eru vanar og jafnvel upplifa depurð og áður óþekktan kvíða. Þetta getur haft truflandi áhrif á einkalíf og starf. Konur sem hafa upplifað fyrirtíðaspennu eða meðgöngu eða fæðingarþunglindi áður í meiri áhættu að finna fyrir skapbreytingum á breytingaskeiðinu. Svefntruflanir og þreyta líka algengt vandamál. Svefnvandinn getur tengst nætursvita en margar konur finna líka fyrir meiri þreytu á daginn þó að þær sofi vel yfir nóttina. Heilaþoka nær yfir þætti eins og minnisleysi, einbendingaskort, erfiðleika við að taka við upplýsingum og tilfinninguna eins og þessi bómull í heilanum. Þetta getur haft áhrif á vinnu og einfaldar athafnir daglegs lífs eins og til dæmis að lesa bók eða hlusta á útvarp. Sumar konur upplifa skert sjálfstraust í tengslum við þetta og hætta að treysta á sjálfan sig. Treysta sér til dæmis ekki til að keyra sjálfar og annað. Hjá sumum verða þessi einkenni það hamlandi að konur get ekki hugsa sér að lifa svona lengur og fá jafnvel sjálfsvíkshugsanir. Það algengt að löngun og ánægja gagnvart kynlífi minnki á breytingaskeiðinu. Þreyta, depurð og nætursviti hefur þar einnig áhrif. Kynlöngun margþætt en að hluta tengd hormónum. Hormónið testósterón hefur áhrif á kynlöngun. Konur framleiða testósterón rétt eins og kallar. Testósterón lækkar hjá konum á breytingaskeiði rétt eins og hin kynhormónin og getur það haft áhrif á kynlöngun. Lið- og vöðvaverkir annað einkenni. Estrógen mikilvægur þáttur í því að smyrja liðina og hefur bólgumyndandi áhrif í líkamanum. Breytingar á húð og hári geta líka komið fram, en estrógen hjálpar til við að byggja upp kollagen. Kollagen prótein sem verndar uppbyggingu húðarinnar. Lágt gildi estrógens getur haft áhrif á teygjanleika húðarinnar, myndun fínna lína og húðþurrk. Sumar konur finna fyrir miklum kláða í húð og aukinni bólumyndun. Hárið getur orðið þynnra og minna gljáandi ásamt því að aukin hárvöxtur getur komið í andlit. Ef þú hefur fyrri sögu mígreni þá getur það versnað og komið oftar á breytingaskeiðinu. Einkenni frá þvag og kynfærum algeng í kringum og eftir tíðahvörf. Lágt estrógen veldur því að slímhúðin í leggöngum þynnist og verður viðkvæmari fyrir kláða, þurrki og bólgum. Það verður minni teygjanleiki í leggöngum sem gerir það að verkum að kynlíf getur orðið sársaukafullt. Lágt estrógen veldur því einnig að slímhúðin í þvagblöðru og þvagrás þynnist sem leiðir til þess að konur þurfa að pissa oftar og geti fengið tíðari þvagfærasýkingar. Þessi einkenni geta byrjað á breytingaskeiðinu og í kringum tíðahvörf en geta síðan versna með tímanum. Önnur einkenni sem geta líka komið fram til dæmis andþyngsli, hjartsláttartruflanir, augnþurrkur, eyrnasuð og annað.